Já, Kristur upprisinn, Kristur sannarlega upprisinn. Þannig hljóðar hinn forna páskakveðja kirkjunnar. Og þetta væri réttast að ég myndi hrópa hann og kalla strætó og torg, en ég nú sem að sleppa því og fá að lesa fyrir í staðinn fyrir ykkur ljóð eftir ágætan höfund, Jórunni Sørensen, og hljóðar svo: Ég kvíði svo fyrir snjónum, sagðir þú, og horfðir með áhyggjusvip út í sólglitrandi sumarið. Lokaðu bara augunum fyrir þjáningum mannanna, en þá sérðu ekki heldur hamingjuna, fegurðina, gleðina. Þessar ljóðlínur Jórunnar hafa fylgt mér lengi. Það er svo mikill sannleikur í þessum einfaldleika að sjá ekki gleðina fyrir kvíða og loka augunum fyrir ljótleikanum, þannig að allt hið fagra og góða hverfi líka. Við erum kölluð til þess að fegra heiminn, en til þess að svo megi verða, þá verðum að horfast í augu við hið ljóta líka. Og í þeirri leit þurfum við oft ekki að leita langt yfir skammt. Byrjunin öll inn á við. Við verðum að gera okkur sjálf upp áður en farið í stórframkvæmdir við að bjarga öllum heiminum. Mörg okkar hafa glímt við Guð og líklega hefur Jobb háð eina mögnuðustu glímu sem háð hefur verið við Guð. Þá frásögn að finna í Jobbsbók Gamla testamentisins. Og sú glíma, hún sprottin upp úr sorginni, missinum og vonleysinu. Og hún hefst á því að Jobb bölvar þeim degi sem hann fæddist, og það merkilega að Jobb kastar aldrei trúnni í glímu sinni. Hann efast aldrei tilvist Guðs, hann efast hins vegar heiðarleika hans gagnvart manninu. Svo fer þó að lokum eftir mikla raunir að Jobb tekur Guð í sátt og hann öðlast hann frið sem svo eftirsóttur. Út úr þessu öllu kemur Jobb fram sterkari, reynslumeiri og auðmýkri maður en hann hafði áður verið. Sjálfur hef ég átt í slíkri trúarbaráttu, þar sem manni virtist sem öll sund væru lokuð, ekkert framundan. Frá þeirri glímu komst ég og var fyrir vikið sterkari einstaklingur og vonandi betri. Ég hef upplifað langa föstudaga í lífi mínu, en líka páskadagsmorgna, og það stórkostleg tilfinning að upplifa páska í eigin lífi. Það þekki öll þau sem hafa upplifað sorgir og vonleysi, en risið upp aftur sterkari en áður. Það þó ekki þar með sagt að allt verði eins og áður var. Við berum vissulega á sálinni eftir raunir lífsins, en sárin gróa og við getum aftur tekist á við amstur dagana. Það í þeirri von og trú sem ég horfi til framtíðarinnar mitt í því ástandi sem samfélagið í núna. Það kemur að því að við munum aftur sjá til sólar og samfélagið fer að ganga sinn vana gang. Við vitum auðvitað ekki nákvæmlega hvenær, en við vitum að það mun gerast. Í því ljósi okkur svo mikilvægt að horfast í augu við ótt okkar og áhyggjur dagana. Við erum að glíma við löngu föstudagana til þess að komast yfir á næsta level í lífinu, til að komast að upprisunni sjálfri. Upprissan hinn jákvæða afstaða okkar til lífsins. Hún hinn bjartsýna og vonaríka afstaða sem við berum í brjóst okkar þrátt fyrir dimma daga og kvíða. En leið þá erum við krafin að gangast við okkur sjálfum, tilfinningum okkar, rökréttum sem órökréttum. Og það mitt í slíku ástandi sem við þörfnumst þess hvað mest að horfa til litlu kraftaverka lífsins sem birtast okkur, til dæmis í vorkomu náttúrunnar. Já, kraftaverkin í raun allt í kringum okkur og geta líka komið fram í samtakamætti samfélaga, samtakamætti samfélagsins eins og hér í Eyjum. En við verðum auðvitað að hlúa að náungakærleika sem birtist okkur í umhyggju fyrir nágrönnum og samferðarfólki. Þá getum við farið að horfa út í sólglitrandi sólskinnið, með djörfung og von í brjóstu betri tíð, með blóm í haga
sæta, langa sumardaga, þar sem kýrnar leika jafnvel við kurl sinn fingur, eins og skáldið sagði. Já, Kristur er upprisinn, Kristur er sannarlega upprisinn. Guð gefi þér og þínum gleðilega páska.